Joe Biden Bandaríkjaforseti ætlar ekki að sækjast eftir endurkjöri. Hann ætlar að klára kjörtímabilið í Hvíta húsinu og vill að Kamala Harris varaforseti taki við keflinu. Skýr merki kólnun og stöðnun í efnahagslífinu og auknar líkur á neikvæðum hagvexti í ár. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir betra að hefja stýrivaxtalækkun fyrr en síðar. Sameinuðu þjóðirnar telja hættu á stigmögnun átakana í Miðausturlöndum eftir árásir og gagnárásir Ísraela og Húta í Jemen síðustu daginn. Aukin spenna sögð spilla fyrir viðræðum vopnahlé á Gaza. Kennarasambandið tekur ekki undir hugmyndir viðskiptaráðs að hefja aftur samræmd próf í grunnskólum. Formaður sambandsins kallar þær tímaskekkju. Einu burnirótarbændur landsins hófu ræktun jurtarinnar fyrir 4 árum. Nú rækta þau bæði innanhús og utan og beðið eftir fyrstu uppskeru. Gott kvöld. Joe Biden Bandaríkjaforseti tilkynnti síðdegis að hann ætli ekki að sækjast eftir endurkjöri í kosningunum í nóvember. Biden vill að Kamala Harris varaforseti sinn taki við keflinu. Vaxandi þrýstingur hefur verið á Biden að draga sig í hlé, sérstaklega eftir frammistöðu hans í kappræðum við Donald Trump forsetaframbjóðanda repúblikana fyrir nokkrum vikum. Þrátt fyrir yfirlýsingu Bidens í dag ekki ljóst hvort Harris verður arftaki hans. Hins vegar hafa 2 líklegir frambjóðendur þegar dregið sig í hlé og lýst yfir stuðningi við hana. Björn Málmqvist, þú hefur verið að fylgjast með þessu síðan að Biden birti tilkynningu sína 6-leytið í dag. Hver hafa viðbrögð verið? Sko, þetta auðvitað risafrétt í bandarískum fjölmiðlum og reyndar út allan heim. Þetta auðvitað sögulegur viðburður. Ég meina það hefur aldrei gerst áður í Bandaríkjunum að forsetaframbjóðandi hafi hætt við framboð svona skömmu fyrir kosningar og reyndar þarf að fara alltaf meira 50 ára aftur í tímann til að finna sitjandi forseta sem sóttist ekki eftir endurkjöri. Það var Lyndon B. Johnson árið 1968. Þannig að þessi ákvörðun Biden í dag kom í sjálfu sér ekkert stórkostlega og óvart eins og þú minntist á. Það búið að vera pressa á hann að undanförnu eftir þessar kappræður við Trump daginn. Hann hefur farið halloka fyrir Trump í skoðanakönnunum og það vaxandi fjöldi demókrata sem hefur verið að þrýsta á að hann taki þetta skref. Auk þess sem stóri styrktaraðilar flokksins hafa sagt að þeir myndu draga sig í hlé hefði Biden haldið áfram. Og svo náttúrulega landsfundur demókrata núna miðjan næsta mánuði. Já, það kemur að því eftir hvað það bil einhverjar 3 vikur en Kamala Harris varaforseti, hún auðvitað svona kannski ekki sjálfgefin sem arftaki Bidens en það svona líklegra en ekki að hún taki við. Hún lýsti því reyndar sjálf yfir fyrir svona það bil 20 mínútum á Twitter að hún tæki við þessari áskorun og ætlaði sér að verða frambjóðandi flokksins og það einhver bylgja núna af demókratum sem að hafa síðustu klukkutímana verið að lýsa yfir stuðningi við Harris að hún verði frambjóðandi flokksins en það eru líka aðrir áhrifamiklir í flokknum eins og til dæmis Barack Obama fyrirverandi forseti og Nancy Pelosi fyrirverandi forseti fulltrúadeildarinnar sem að hafa margt ákvörðun Bidens en ekki beinlínis lýst yfir stuðningi við Kamala Harris. Hversu líklegt myndirðu segja að það væri að hún bjóði sig fram? Já, hún býður sig fram innan flokksins, það alveg ljóst. Hvort hún verður frambjóðandi, það eins og ég segi, það ekki sjálfgefið, það mjög líklegt. Ekki síst kannski vegna þess að nafn Harris á kjörseðlunum, eða hún hefur verið tilnefnd í prófkjörunum sem meðframbjóðandi Biden, þannig að hennar nafn á væntanlegum kjörseðli. Það þýðir líka það að hún hefur aðgang og aðgang að öllum þeim kosningasjóðum sem að þau tvö hafa safnað á undanförnum mánuðum, sem að nefnum tugum milljóna dollara. Svo náttúrulega þessi landsfundur demókrata miðjan næsta mánuð. Þar koma 4.000 landsfundar fulltrúar sem að núna væntanlega ganga óbundnir til atkvæðagreiðslu það hver frambjóðandi flokksins á að vera. Það ræðst væntanlega þá en líka mögulega svolítið áður vegna þess að 7. ágúst þarf að vera búið að ákveða hver verður til dæmis á framboðsseðlunum í Ohio. Það eru einhverjar reglur sem að kjörstjórnin það setur sem þýðir það að það ekki rosalega mikill tími til stefnu hjá flokknum en það sem að styrki stöðu Harrisa líka í þessum
í þessum kappakstri núna sem að væntanlega tekur við á næstu vikum að það eru tveir mjög líklegir frambjóðendur sem hafa verið mjög oft nefndir innan flokksins. Það eru Gavin Newsom, hann er ríkisstjóri í Kaliforníu og Gretchen Whitmer sem er ríkisstjóri í Michigan. Þau hafa bæði sagt núna að þau ætla ekki að fara fram gegn Harris. Og það er auðvitað líka þessi tilhneiging í flokkum að ljúka þessu sem fyrst, auðvitað það er tímapressan, en líka að veikja ekki þann frambjóðandi sem að verður fyrir valinu. Það er nefnilega alveg gríðarlega mikið í húfi í þessum kosningum í nóvember eins og demókratar sjá það. The second major factor in this was the Democrats' own anxiety about beating Trump. They see a second Trump presidency as a danger to democracy, a possible end of the constitutional republic. They look at the ideas floated by Trump on tariffs as making inflation worse. They worry about the debt. They worry about international alliances. They fear Trump. And that overriding fear of Trump is what compelled them to say they needed another candidate for president. En hvernig hafa repúblikanar brugðist við þessum tíðindum? Eins og við mátti búast. Bæði Trump og Mike Johnson sem er forseti fulltrúadeildarinnar frá repúblikunum, þeir hafa báðir sagt að fyrst að Biden sé að hætta núna þá eigi hann bara að hætta sem forseti. Hann ætlar náttúrulega að vera áfram í Hvíta húsinu fram í janúar á næsta ári. Og repúblikanar hafa verið að búast við þessum tíðindum og verið að búast við Harris sem frambjóðanda í talsverðan tíma og þeir eru náttúrulega þegar byrjar að safna upplýsingum hana, neikvæðum að sjálfsögðu, til þess að nota gegn henni í kosningabaráttunni. Hún er eins og er fyrrum saksóknari, hún er vön því að fást við menn eins og Trump. Einmitt. Takk fyrir þetta, Björn Markvist. Og þá annað. Lítill sem engin hagvöxtur verður út þetta ár og ekki er útilokað að samdráttur verði milli ára. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka telur heppilegast að hefja vaxtalækkunarferli strax. Sífellt sterkari vísbendingar eru að hagkerfið sé að kólna. Hagvöxtur hefur ekki verið minni síðan í heimsfaraldrinum og sérfræðingar spá því að hann verði lítill út þetta ár. Samdráttur er í útflutningi og hljóði í ferðaþjónustunni er þungt. Svo virðist sem háir stýrivextir séu loksins að bíta. Kólnunin sem að ég tek heils vegar undir að við erum að sjá er tvíþætt. Annars vegar er mótvindur í útflutningi. Háen ferðaþjónustunnar fer ekki sérlega vel á stað. Við erum með samdrátt í vöru útflutningi og annað slíkt. Fyrir því eru flóknar ástæður og utanaðkomandi skýringar að stórum hluta. Hins vegar erum að sjá líka að vissu leyti stöðnun og klárlega kólnun í innlendri eftirspurn. Það er neysla og fjárfesting landsmanna og fyrirtækja. Og þar skipta stýrivextirnir miklu máli. Samdráttur gæti orðið í hagkerfinu. Við spáðum litlum hagvexti í spá sem við gáum út í maí og allt sem hefur gerst síðan þá bendir til að vöxturinn verði ennþá minni og það er ekkit útilokað að landsframleiðsla milli ára verði aðeins fyrir neðan núlli þó að það sé nú ekki mikla líkur á einhverju snarpri niðursveiflu. En vöxturinn verður lítill. Vanskil einstaklinga og fyrirtækja hafa ekki verið mikil til þessa en nýjustu tölur benda til þess að það sé að bætast í þennan hóp ansi hratt. Þá eru þetta mikilvægt að fjármálafyrirtæki séu á tánum og bregðist hratt og vel við svo að þeirra viðskiptavinir lendi ekki í ónauðsynlegum hremmingum. Líkur á að Seðlabanki Íslands lækki stýrivexti við næstu ákvörðun í ágúst eru nokkurn veginn jafnar. Jón Bjarki telur skynsamlegt að fara að hefja vaxtalækkunarferli. Ég held að það sé miklu heppilegra að byrja það fyrr og hafa það jafnara heldur en að trampa á bensíngjöfinni þegar kannski verður orðið skýrt að við erum að lenda í samdrætti og þá verða vandræði heimila fyrirtækja og skaðleg áhrif á hagkerfið trúlega meiri heldur en ella væri. Aukin spenna og átök í Mið-Austurlöndum og árásir og gagnárásir Ísraela og Húta í Jemen undanfarna daga auka hættuna á stigmögnun að mati Sameinuðu þjóðanna. Allt þetta spillir fyrir viðræðum vopnahlé á Gaza, segja stjórnvöld í Sádi-Arabíu. Minnst 6 eru látnir og hátt í 100 manns særðir eftir árás Ísraela á hafnarmannvirki og eldsneytisbirgðir í hafnarborginni Hodeida í Jemen í gær. Árásin var svo fyrsta sem Ísraelar gera á yfirráðasvæði Húta í Jemen. Hún var svar við drónaárás Húta á Tel Aviv á föstudaginn. Ísraels her sagði svo í morgun að loftvarnakerfi hefur skotið niður stýriflaugar Húta sem beint var að Eilat. Það er hafnarborg í suðurhluta Ísrael við Rauðahafið og þessu verðist hvergi nærri lokið. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية
أن الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما بإذن الله. Aðrir talsmenn Húta hafa sagt í dag að það séu engin takmörk á því hvaða skotmörk verði fyrir valinu í Ísrael. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sá ástæðu til að senda frá sér yfirlýsingu í gær þar sem hann lýsti þungum áhyggjum af mögulegri stigmögnun átaka í Miðausturlöndum. Það yrði að draga úr spennu milli stríðandi fylkinga. Stjórnvöld í Sádi Arabíu tóku í sama strengi í dag. Átökin auki spennu og geri allar friðar umleitanir á Gaza erfiðari. Ísraels her á ekki aðeins í útistöðum við Húta í Jemen. Talsmaður hersins staðfesti í morgun að árás hefði verið gerð á vopnageymslur Hezbollah samtakana í suðurhluta Líbanon í gær. Bæði Hútar og Hezbollah styðja Hamas samtökin á Gaza. Þar virðist ekkert ganga að stilla til friðar eða koma á vopnahléi. Formaður Kennarasambands Íslands segir kröfu samræmt miðlægt námsmat vera tímaskekkju. Ekki sé vilji meðal kennara til að taka samræmt próf upp á ný. Viðskiptaráð telur jafnræðis ekki gætt við einkunnagjöf í grunnskólum landsins. Nemendur með sömu einkunnir búa yfir mismikilli færni eftir því úr hvaða skóla þeir koma. Skólaeinkunn ráði tækifærum við val á framhaldsskóla og því sé grunnskólabörnum í dag mismunað eftir búsetu. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri umsögn ráðsins áform stjórnvalda endanlegt afnám samræmdra prófa í íslenskum grunnskólum. Í henni vísað til niðurstaðna stöðumatsprófs sem Verslunarskóli Íslands hefur lagt fyrir nýnema undanfarin ár til að meta raunfærni þeirra. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segist ósammála umsögn ráðsins og furðar sig á stöðumatsprófinu. Það kom okkur mjög óvart mörgum að heyra það að Verslunarskólinn væri að taka könnun á sínu nemendum sem að væri þá að raða þeim eins og þarna talað eftir skólahverfum eða skólum og ég held að Verslunarskólinn verður nú að svara fyrir það. Hver tilgangurinn og þá hvers slags könnun það er. Í umsögninni segir að með notkun ósamanburðarhæfra einkunna við val á milli umsækjenda framhaldsskólavist sé börnum mismunað eftir búsetu. Sem dæmi geti einn nemandi úr skóla A verið með B+ í stærðfræði að grunnskóla loknum, en annar nemandi úr skóla R verið með sömu færni í greininni en endað með C. Þannig geti umfang einkunnaverðbólgu í hverfisskóla barns ráðið tækifæri þess til framhaldsnáms. Einkunnaverðbólga hefur ekki verið það sem við höfum upplifað og í starfi mínu sem skólastöri það var nú oftar það sem að fólk taldi einkunni barna sinni að vera of lágar. Að mati viðskiptaráðs ættu stjórnvöld að taka aftur upp samræmda mælikvarða í grunnskólakerfinu. Krafan samræmt miðlægt námsmat vísun til tíma sem eru komin 20 ár síðan og ég held að það sé enginn sem að vinna á gólfinu með börnum tilbúin að horfa til þess að við förum aftur þangað og við getum ekki stilt fókusun á einhvern ákveðinn hátt sem eitt próf á að kunna. Það er liðin tíð. Isavia og Reykjavíkurborg eru ósammála hversu mörg tré þurfi að fella í Öskjuhlíð til að bæta flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli. Samgöngustofa hefur gefið Isavia frest til 2. september til að lækka trjágróður. Síðasta sumar krafðist Isavia þess að Reykjavíkurborg myndi fella 2900 tré hér í Öskjuhlíð. Ástæðan fyrir því að trén sem eru með þeim elstu og hæstu hér á svæðinu væru farin að ógna flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli. Hæð trjánna byrjuð að hafa áhrif á að- og brottflug á Reykjavíkurflugvelli. Vegna hæðar þeirra hefur blindflug yfir Öskjuhlíð að vellinum verið bannað og aðeins sjónflug leyft til lendingar. Í bréfi sem Samgöngustofa sendi Reykjavíkurborg í lok maí segir að Samgöngustofa hafi veitt Isavia innanlandsflugvöllum frest til 2. september til þess að lækka trjágróður í Öskjuhlíð niður fyrir hindranafleti í að- og brottflugsferlum. Nái Isavia og Reykjavíkurborg ekki saman lækkun trjágróðursins muni Samgöngustofa fari aðgerðir til að fjarlægja trén á kostnað Reykjavíkurborgar. Bréfið var ekki kynnt borgarfulltrúum eða fulltrúum í umhverfis- og samgönguráði. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, segir að það sé óeðlilegt. Frá því bréfið sent í lok maí þá hafa verið 10 fundir í annars vegar skipulagsnefnd og skipulagsráði og borgarráði og mér hefði þótt eðlilegt að bréfið og efni þess hefði verið kynnt okkur og það hefði verið fjallað það sérstaklega.
Í skriflegu svari Reykjavíkurborgar við fyrirspurn Fréttastofu segir að borgin telji að þær mælingar sem Isavia lét gera 2022 gefi ekki tilefni til að fella 3000 tré í Öskjuhlíð. Að mati sérfræðinga borgarinnar þurfi einungis að fella 40 tré á þessu ári til að uppfylla sett skilyrði. Samgöngustofa hafði ekki lagt sjálfstætt mat á málið, heldur aðeins vísað í kröfu og mat Isavia. Því fer Reykjavíkurborg fram á að Samgöngustofa taki málið til sjálfstæðrar skoðunar. Næsti fundur Reykjavíkurborgar við Isavia og Samgöngustofu verður eftir sumarleyfi. Ekki útilokað að umhverfismat vegna áforma fyrirtækisins Heidelberg á Íslandi að byggja mölunarverksmiðju í Þorlákshöfn verði endurtekið. Talsmaður fyrirtækisins segir að þær athugasemdir sem hafa komið vegna framkvæmdarinnar veki furðu. Bæjaryfirvöld í Ölfusi hafa samþykkt að krefja Heidelberg nánari svör mögulega umhverfishættu vegna mölunarverksmiðju sem fyrirtækið vill reisa í Þorlákshöfn. Beiðnin kom frá fyrirtækinu First Water sem undirbýr landeldisstöð skammt frá. Umhverfismati var lokið þegar beiðnin barst. Þessar athugasemdir vöktu furðu okkar þar sem við teljum í raun og veru tekið á þessu öllu saman í umhverfismatsskýrslu verkefnisins. En ef það þörf á að skerpa eitthvað þar á þá stendur ekki okkur að veita þær upplýsingar. Upplýsingar óskað frá Heidelberg hávaða og titring vegna starfseminnar, mögulega rykmengun og hættu á mengunarslýsi vegna hafnarstarfsemi. Svo gæti farið að umhverfismatið verði endurtekið. Það eins og alveg ljóst að það er mjög mikilvægt fyrir nærsamfélagið í Þorlákshöfn að allar upplýsingar liggi þarna upp á borðum og þess vegna sjáum við ekkert athugavert við það að fara yfir þetta þá einu sinni enn, athuga hvort að það sé eitthvað sem mögulega hafi vantað í upplýsingagjöf sem við teljum þó ekki vera. Ákvörðun hvort verksmiðjan verður byggð getur jafnvel tafist nokkra mánuði. Þorsteinn segir að líkurnar á því að hún rísi hafi þó ekki minnkað. Þetta sé eitt stærsta umhverfisverkefnið hér á landi, þar sem framleitt verði umhverfisvænna sement en nú er gert eða úr möluðum óbergi. Við hefðum auðvitað óskað þess að félagið hefði kynnt sér umhverfismatsskýrsluna þegar hún lá til kynningar og til opinberra athugasemda eins og öllum öðrum var gefið færi á að koma þá sínum athugasemdum á framfæri. Íbúakosning ræður því að lokum hvort verksmiðjan verður reist. Engar framkvæmdir eru hafnar af hálfu Heidelberg á staðnum. Hvalveiði andstæðingurinn Paul Watson var handtekinn á Grænlandi í morgun þegar skip hans kom til hafnar í Nuuk. Watson var handtekinn á grundvelli alþjóðlegrar handtökuskipunar sem yfirvöld í Japan gáfu út. Hann er sakaður að hafa stefnt lífi hvalveiðimanna í Suðurhöfum í hættu þegar hann var að reyna að koma í veg fyrir hvalveiðar. Watson var leiddur fyrir dómara í dag og verður í varðhaldi þar til ákvörðun framsal hans til Japans liggur fyrir. Watson leiddi Sea Shepherd samtökin árabil og liðsmenn þeirra söktu 2 hvalveiðibátum í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Vel væri hægt að rækta burnirót í stórum stíl á Íslandi að mati einu burnirótarbænda landsins. Jurtin þrífst vel í rýrum jarðvegi við íslenskar aðstæður og eftirspurnin er mikil. Burnirót eða blóðrót er harðgerður þykkblöðungur og eina vinsælustu grasalækningajurtum heims. Hún vex villt á Íslandi eins og annar staðar á norðurslóðum en rataði þó nýlega á válista þar sem víða þykir gengið of á villtar plöntur. Hjónin María og Pálmi byrjuðu að rækta burnirót í Skagafirði fyrir rúmum 4 árum og hyggja á sölu innanlands og utan. Við erum, enn sem komið erum við einu sem erum í þessu, en ég veit að nokkra aðila sem eru að skoða þetta og eru jafnvel byrja að setjast niður. Jurtin er fyrst og fremst notuð í fæðubótarefni og heilsuvörur. Ræktun hennar er þolinmæðisverk. En það er svona talum að það taki 4 til 6 ár að ná ásættanlegri stærð af burnirót. En eftir það er gott verð fyrir afurðina eða 40.000 krónur fyrir kílóið. Fæðubótarframleiðendur, þeir vilja fá stólparótina sem er þessi hér partur, það sem vex neðanjarðar. Það sem vex ofanjarðar er þó langt frá því að vera gagnslaust og þau stefna að því að ná 100% nýtingu á plöntunni. Er mér óhætt að borða þetta svona beint á stönglinum? Já, gerðu svo vel. Hvað á maður að ég taka bara bita af? Já, ég taka bara laufblaðið og borða. Og það er ekki mikið bragð af þessu. Nei. En þetta er samt góð viðbót við salat. Þetta er A og C-vitamin ríkt. Þannig að þetta hefur alveg nokkuð svona góð. Það minnir mig eiginlega bara hvítkál. Já, eitthvað svona stökkt kál. Já. Ekkert á þessu? Nei, alls ekki. Gömul handbrögð voru rifjuð upp á Árbæjarsafni í dag þegar gestum og gangandi var boðið að fylgjast með og taka þátt í heyönnum líkt og tíðkaðist í gamla daga.
þar sem notast var við orðaljá. Hey-annir hefjast alltaf á sunnudegi eftir aukanætur á miðju sumri. Ungir sem aldnir spreyttu sig og ljóst að sumir voru með handtökin á hreinu. Við gerum það hverju ári, alltaf í júlí, eitt sunnudag í júlí og fáum svona sjálfboðaliða bara gest og gangandi oft til að hjálpa okkur. Hvað finnst þér svona skemmtilegast við þetta? Það er bara gaman að rifja upp svona gamla takta. Þetta er nú eiginlega það sem er að hverfa. Ég held að þessu sífellt færri sem þekkja svona heitin, orf og ljá og hrífu og annað. Það er alltaf gaman að vera úti í heyskap í góðu veðri og þessi gömlu handtök, þau gleymast ekkert. Þetta rifjar upp gamla daga í flóanum. En er þetta ekkert erfitt? Jú, eins og kannski sést, þá er þetta frekar erfitt. Maður svitnar alveg við þetta. Mér finnst það bara æðislegt. Það sýnir safngestum hvernig þetta er gert, sýnir líka börnum hvernig fólk lifði og gerði, sýna manni hversu gott maður hefur það í raun í dag með við. Þú myndir ekkert slá garðan heima þér með? Ekki með þessu, nei. Það eru til betri tæki núna. Þá lítum við til veðurs. Það er djúp lægð í kortunum fyrir morgundaginn og hún mun valda bæði úrhellisrigningu og hvassviðri norðanlands. Veðurstofan hefur gefið út gula úrkomuviðvörun fyrir Strandir og Norðurland vestra sem gilda mun frá miðnætti til klukkan 3 á morgun. Úrkomu ákefðin verður mest á vestanverðum Tröllaskaga og getur vatnsveðrið leitt til mikilla vatnavaxta og jafnvel staðbundinna skriðufalla. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það er hann Almar Ormarsson sem færir okkur þær í kvöld. Mótsmet var slegið á Íslandsmótinu í golfi sem kláraðist í dag. Nokkuð hvessti á Hólmsvelli og gerði vindurinn kylfingum erfitt fyrir. Línur eru farnar að skýrast á Íslandsmótinu í torfæru en enn er mikil spenna toppsætin. Fjórða umferðin fór fram í blíðskaparveðri á Blönduósi í gær. Og ein stærsta hjólreiðakeppni landsins fór fram í gær þegar hátt í 1000 manns hjóluðu í kringum Heklu. Þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Joe Biden Bandaríkjaforseti ætlar ekki að sækjast eftir endurkjöri. Hann ætlar að klára kjörtímabilið í Hvíta húsinu og vill að Kamala Harris varaforseti taki við keflinu. Skýr merki eru kólnun og stöðnun í efnahagslífinu og auknar líkur á neikvæðum hagvexti í ár. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir betra að hefja stýrivaxtalækkun fyrr en síðar. Sameinuðu þjóðirnar telja hættu á stigmögnun átakana í Mið-Austurlöndum eftir árásir og gagnárásir Ísraela og Húta í Jemen síðustu dægrin. Aukin spenna er sögð spilla fyrir viðræðum vopnahlé á Gaza. Kennarasambandið tekur ekki undir hugmyndir viðskiptaráðs sem að hefja aftur samræmd próf í grunnskólum. Formaður sambandsins kallar þetta tímaskekkju. Þessum fréttatíma er þá lokið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og svo má alltaf nálgast nýjar fréttir á ruv.is. Við ljúkum þessum fréttatíma á pollinum á Ísafirði þar sem Jóhannes Jónsson myndatökumaður var á ferðinni á dögunum. Þökkum fyrir samfylgdina helgina, verið þið sæl.